is he building in there? What the hell is he building in there? It had taken Enron 16 years to go from about 10 billion of assets to 65 billion of assets. It took them 24 days to go bankrupt. What the hell is he building in there? This company collapsed so quickly and so entirely. I mean, it was into bankruptcy within a matter of weeks. It just immediately had all the makings of a gigantic scandal. It's gone. It's gone. There's nothing left. This is the shredded evidence we got that came out of Enron. We very quickly determined that the insiders had sold off $1 billion of their stock in the preceding several months. Did you convert stock worth $66 million? I don't know, but I don't. Would that be surprising to you to learn that you did that? No, that would not be surprising. Mr. Fasto got only $30 million in stock proceeds from Enron, but he took another $30 million out with his side deals. I think there was just an immediate sense of outrage at Lay and Skilling and Fastow when people realized how much they had profited and how completely artificial the appearance of this company had been. News of shredding at Enron raised more questions. What answers were lost in the torn documents? 20,000 employees had lost their jobs. $2 billion in pensions and retirement funds had disappeared. Was Enron the work of a few bad men or the dark shadow of the American dream? Þessi mynd á dagskrá sjónvarpsins í kvöld. The Smartest Guys in the Room, Enron. Þú varst maður að fjalla með þessa mynd í Kastljósinu í vikunni, Þóra? Ég sá hana á dögunum sem sagt og það klingdi svona í höfði mér allan tíman svona ákveðin samanburður við það sem gerðist á okkar litla landi. Já. Hvar samanburðurinn? Nú má maður ekki alhæfa of mikið, en það sem er svo merkilegt, þegar ég er svo heppin að hafa lært dálítið heimspeki og hagfræði og það sem annar höfundur, þessi mynd byggð á bók, annar höfundur bókarinnar segir þarna í myndinni, er það, fólk heldur að enn snúist tölur og eitthvað, það er alls ekki málið, það snýst fólk. Mannlegur harmleikur, það talaði prest þarna líka, sem að lýsir því hvernig fólk svona bara seldi sálu sína í þessu og hvernig allir spiluðu með. Það er ekki það, auðvitað beindist mesta reiðin að forstjórunum og æðstu ráðamönnum, en það voru allir með. Endurskoðendurnir, lögfræðingarnir, stjórnin, sölumennirnir, það voru allir, það spiluðu allir með. Og úr því að spiluðu allir með, þá hugsuðu menn, já, allir þetta sé þá ekki bara í lagi. Já, svo greidduður í kosningasjóði líka? Já, það var náttúrulega, Ken Lay sem var stofnandi Enron, hann var aðal stuðningsmaður George Bush, bæði eldri og svo yngri. Og ýtti mjög á svona það sem heitir deregulation, það er að segja að rýmkar lög og reglur orkumarkaðinn. Og var búinn að sjá mjög hvernig væri hægt að græða fé á því. Og vissulega gerði þeir það, þannig að Kalifornía fann fyrir því, svo þú manst eftir því að Gray Davis allt í einu, ríkisstjórinn þar vissi ekki hvorki upp niður niður, hann sagði það er nóg rafmagn. Það er nóg rafmagn, en af hverju, hvað er að gerast? Þá voru gúbbarnir, þetta er einmitt spilað í myndinni, sölumennir, það er svona hljóðriti samtöl milli þeirra. Já, nú slökkum við á virkjuninni í svona 3-4 tíma, þá ríkur verðið upp, við verðum komin á eftirlaun fyrir 30. Þessi hugsunarháttur, það er þetta sem að smitaði alveg ofan frá og niður. En svo þínur þetta algjörlega svo spilaborð. Já. Það var náttúrulega búið það er alveg ótrúlegt hvernig þeim tókst og þetta sýnir líka hversu miklu máli mannlegi þátturinn skiptir. Það er að segja þessi samblanda af Ken Lay og Jeffrey Skilling sem voru þarna forstjóri og framkvæmdastjóri mætti segja, stjórnarformaður og forstjóri. Þetta eru svona kannski bara þetta er eins og þegar 2 efni koma saman og þá verða þau sprengiefni, annars eru þau saklaus. Og Jeff Skilling þegar hann kom að inn, var ráðinn inn, að þá sagði hann já með einu skilyrði. Að við fáum að endurskoðandinn fá að nota svona mark-to-market aðferð sem að ég veit ekki nákvæmlega íslenskun á, en það þýðir það að þú fár, ef þú fær góða hugmynd, ef þú ætlar að gera eitthvað í framtíðinni, reiknar með því að þú hafir af því hagnað, þá máttu færa hann strax til bókar. Og þetta gerðu menn svoleiðis af því að þetta snýrist allt gengið.
gengið fór upp og allir áttu svo mikinn kauprétt að það var, fyrir hvert ársfjórðungs uppgjör, þá var gengið að vera í lagi og þá bara sögðu menn hugmynd, við erum að fá góða hugmyndir skiptir öllu máli og svo segir, heyrðu, við erum komin með hugmynd og færði bara til bókar gríðarlegan framtíðar hagnað sem að var svo kannski engin fótur fyrir. En Skilling fór í fangelsi. Skilling fór í fangelsi. Leiðdáinn, ekki? Já, hann fór, þetta var eiginlega svona kaldaðinni örlegana, þetta tók náttúrulega sinn tíma, það hrundi allt þarna 2001 og þeir stukku frá borði eins og rottundan með 10 og 100 milljóna hver og einn af þessum á meðan starfsmennir sem voru búin að safna í eftirlaunum sem þau töpuðu öllu sínu og allir hlutabréfaeigendurnir. En þetta tók sinn tíma. Þetta 2001, 2004 eru réttarhöld og endalegu dómur féll ekki fyrir 2006 held ég bæði við Skilling og Ley og Ley fékk síðan hjartafall sumarið og fór aldrei í fangelsi. En Skilling í fangelsi og verður þar næstu áratugina þó hann sé alltaf að reyna að áfrýja því að hann sannfærður það. Og ég veit ekki hvort hann sannfærður það í alvörunni, en hann í algerri afneitun, hann segir ég gerði aldrei neitt rangt. Og svo var lendar uppljóstrari, sá sem hafði unnið mest í því að fela tapið í einhver svona aflandsfélögum, mokaði milljarða tapi til að fela það á bókunum, þannig að það bara gekk alltaf rosa vel. Hann fékk held ég ekki nema 10 ár vegna þess að hann ljóstraði upp um hérna. En það eru svona, við mælum sterklega með þessari mynd og það eru þarna ýmis líkindi með því sem hefur gerst á Íslandi. Þið verður ekki hægt að neita því. Nei, ég held ekki. Ef maður hugsa mannlega þáttinn, ég held að við eiginlega séum sammála það að mæla með því að fólk horfa á þetta og hugsa svona sitt nánasta umhverjum á meðan. Ok, takk fyrir Þóra, við skulum fá frændaðinu eftir Jón Baldvin.